Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kosta kjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Að þessu sinni ætlum við aðeins að kíkja upp á Ásbrú eða þannig og hjá okkur Kjartan Eiríksson, framkvæmdastjóri þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Katico. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ásbrú nafn sem að byrjaði að heyrast fyrir nokkrum árum síðan og getur sagt okkur aðeins svona útskýrt hvað Ásbrú? Já, ég skal gera það. Þetta náttúrulega byrjaði í raun og veru allt með því að varnarliðið hafði haft starfsemi hér í nokkra áratugi og síðan á ákveðnum tímapunkti tekin ákvörðun að loka þessari herstöð sem hafði verið hérna og í samningi við Íslenska ríkið að þá sem sagt að útfært þannig að Íslenska ríkið tekur yfir þessar eignir sem þarna eru á móti ákveðnum skuldbindingum sem koma þá á móti og hérna þannig að eignasafnið komið í hendur Íslenska ríkisins og þá svona ákveðin pælingu það hvað á að gera og í kringum þetta stofnað sérstakt félag, Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar til að yfirtaka þessar eignir og hugmyndi þá að koma þeim í borgaraleg not, að taka svæðið og þessar eignir sem þarna eru, nýta þær til að byggja þá upp nýtt samfélag og auðvitað var alveg alveg ljóst að sko það áfall sem varð með brotthvarfi varnarliðsins eins og fyrir þetta svæði sérstaklega Suðurnesin að þetta meiri háttar efnahagslegt áfall sem þarna verður að það að 1000 störf hverfi liggur við á nokkurn deginn og einni nóttu að jafnvel í miklu stærri samfélögum heldur en hér eru að þá þetta gríðarlegt efnahagslegt áfall. Hvenær félagið stofnað og hvað gerist síðan eftir það? Síðan félagið einmitt stofnað í framhaldi af þessu og sem sagt 24. október 2006 að þá félagið stofnað og ég hef störf þar bara nokkrum dögum eftir að félagið var stofnað og markmiðið þá náttúrulega að taka þessar eignir og reyna að finna þá einhvern nýtingargrundvöll fyrir þær því að líka það að vera með þetta mikið magn af eignum að það getur í sjálfu sér virkað á neikvæðan hátt ef ekki reynt að finna einhvern nýtingargrundvöll og skapa eitthvað nýtt út úr nýjan nýtingargrundvöll fyrir eignirnar. Og það var það sem við fórum í að fullum krafti að skilgreina hvað væri hægt að gera. Við höfum eitt gríðarlega miklu púður í að marka stefnu það sem við vildum gera á svæðinu og töldum líka mjög mikilvægt á sínu tíma að leggja strax af stað. Þannig að það yrði svona ákveðin samfella í því sem hafði verið og því sem tæki við. Því að við höfum séð það til að mynda öðrum verkefnum sambærilegum, annars staðar í heiminum, ekkert endilega af lokun herstöða, heldur líka bara svæði sem hefur verið lokað eða einhver starfsemi stóra verksmiðjur eða fleira hefur lagst af, að ef hefur liðið langur tími þangað til að ný starfsemi komst á legg, að þá hefur það virkað frekar neikvætt, að það hefur alltaf orðið þyngra og þyngra að koma hlutunum í gang. Þannig að við skilgröndum í raun og veru ákveðin ramma utan það sem við vildum gera, unnum ákveðina grunnþætti í okkar stefnumótun og síðan var bara lagt af stað. Og samhliða því höfum við þá verið að móta stefnun alltaf nánar og nánar en það var alveg ljóst að við værum að reyna að byggja upp þá nýja starfsemi sem á einhvern hátt hvíldi á svona samkeppnisyfirburðum þessa svæðis og þar fórum við, eins og ég segi, við fórum í gegnum gríðarlega mikla greiningar, við skoðum mörg dæmi erlendis frá, varðandi það sem væri hægt að gera en komumst hins vegar að þeirri niðurstöðu að í raun og veru tækifærin sem við höfum til að byggja upp voru mjög nærtækt, þau tengdust flugvellinum og mikilvægi hans sem samgöngumiðstöð og hversu auðvelt var að koma þar í gegn þá fólki og vörum. Þau tengdust orkunýtingu á svæðinu og gríðarleg þekking þar að lútandi og tækifærum til þess og síðan horfðum við til þess að á Íslandi væru almennt líka ákveðin tækifæri í heilsutengdri uppbyggingu og líka ljósta til að mynda hér á svæðinu erum við náttúrulega með stæðsta heilsuferðaþjónustu konsept á Íslandi sem í raun og veru Bláa lónið og út frá því líka getur verið ákveðin tækifæri til uppbyggingar hjá okkur og fyrir utan það mikið af heilbrigðismenntuðu fólki sem búsett hér á svæðinu og var svona tilbúið líka að finna sér nýjan farveg og það svona þessi 3 megin konsept sem við lögðum að stað með í byrjun.
út frá því sem sagt var svo í framaldi þá mótuð hugmyndafræði uppbyggingu Ásbrúar og ástæðan kannski fyrir því að þetta nafn kemur á svæðið var svo að sko við vorum svona markaslega líka í ákveðnum vandamálum því að það var alltaf talað um svæði sem gamla herstöðin eða gamla varnarsvæðið og einhver svona hugtök sem að margan hátt tilheyrðu miklu frekar fortíðinni heldur framtíðinni og í huga sumra voru jafnvel höfðu einhvers konar neikvæða merkingu tengt stríðsrekstri og kaldastríðin og fleiri þeimdúr. Þannig að við vildum án þess að við værum eitthvað að sópa þessum gömlu þáttum út af borðinu að þá vildum við sem sagt setja fókusin meiri yfir á framtíðina. Þannig að við förum sem sagt í það að kalla til aðila hér á svæðinu og unnum með auglýsingastofu og óskum eftir hugmyndum varðandi nýtt nafn á svæðið. Og hugmyndin var þá að við værum bæði að skilgreina nafn yfir svæðið svona landfræðilega og þá erum við að tala í raun og veru að við erum bæði að þróa þessa herstöð þar sem að húsin voru, þetta þorp ef við getum talað um það sem svo eða hverfi, en við erum líka með sko í heildinum 50 ferkílómetra landi sem að umlykur Keflavíkurflugvöll. Þannig að okkar hugmynd var í raun og veru svo að finna þá einhvers konar landfræðilegt heiti yfir þetta sem áður kannski var kallað varnarsvæðið. Og líka það að við værum að búa til heiti sem að einhvern nátt lýsti þessu konsepti sem við værum að vinna með. Og úr varð að orðið Ásbrú var valið og þetta tekur náttúrulega langan tíma fyrir fólk að venjast því og skipta út í raun og veru þessum gömlu heitum sem að einkenndu svæðið. En ég myndi segja að það hafi gengið ótrúlega vel og ég held að Ásbrú á margan hátt hafi náttúrulega skapað sér ákveðna sérstöðu að þetta konsept sem að því er hægt að ná utanum í raun og veru þetta sem við oft tala sem samfélag frumkvöðla fræða og atvinnulífs og í þessum þáttum í raun og veru birta svona grunnatriðin í okkar stefnu að markmið okkar að byggja upp þetta samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs þar sem við erum að nýta alla þessar þætti saman í eitt heildarkonsept. Já, þú nefnir frumkvöðla en sem sagt Keilir, háskólasamfélagi Keilir, hvernig kemur það þarna inn? Já, það mitt sko, við eins og ég segi, við fórum í mjög mikla vinnu og greiningar og skoðum mörg konsept erlendis og það virðist vera og reyndar hefur verið niðurstaðan hjá okkur líka að sko grundvöllurinn undir alla stóra umbreytingu í atvinnuháttum, nýja atvinnustarfsemi eða þróun og nýsköpun og fleiri þeimdúr að vera með einhvers konar svona akademískan grundvöll undir það og við líka auglýstum eftir hugmyndum varðandi svæði á sínum tíma og það reyndar kom okkur svo sem ekkert óvart að 80% af þeim hugmyndum sem komu inn þar fjölluðu einhvers konar menntatengda þætti og þannig að það varð úr að fyrsta þróunarverkefni þróunarfélagsins var stofnun Keilis og Keili þá ætlaði að verða ákveðin grundvöllur undir þá þætti sem við vildum að myndu þróast til framtíðar á svæðinu. Og það þannig í dag að sem sagt öll markmið Keilis menntatengda uppbyggingu eru beintengt okkar markmið atvinnuuppbyggingu. Þannig að við sem sagt ef þú lítur á þær áherslu sem að Keilir að leggja þá það í raun og veru mjög sambarlega við það sem við erum að gera og ástæðan fyrir því svo að við erum að reyna að búa til þennan vettvang það sem að í raun og veru fræðasamfélagið með bakkupi til að mynda frá Háskóla Íslands og leiðandi fyrirtæki þá í ákveðni starfsemi eða nýsköpunarfyrirtæki geta sem sagt hist á þessum vettvangi og unnið með sína þekkingu og við sjáum það bæði í formi þess að fyrirtæki að koma inn að nýta rannsóknaraðstöðu sem að þarna en líka alls konar samstarf til að mynda við nemendur og opnar ákveðin tækifæri fyrir þá í leiðinni. Þannig að við sjáum fyrir okkur að nemendur til að mynda sem að að fara í gegnum Keili til að mynda eins og í tæknifræði eða slíku að þeir geta í gegnum svo þá farvegi sem eru til staðar á svæðinu, frumkvöðlasetur og fleira, annarkvort þá þróa sínar hugmyndir þar og búið til sín eigin fyrirtæki sem einmitt það sem að gerast í dag. Við sjáum nemendur vera að koma út úr tæknifræðinu hjá Keili og setja á stofn fyrirtæki hjá okkur í frumkvöðlaseturinu eða þá að þau geta jafnvel tekið þátt í þeim verkefnum öðrum fyrirtækjum sem eru starfandi á svæðinu og nýtt sína þekkingu þar og síðan geta þá fyrirtækin líka verið að útvista ákveðin í starfsemi eins og nemendaverkefnum og fleira inn til Keilis og við sjáum að þetta í raun og veru það sem að gerast í dag. 9 ár í haust, þetta langur en samt stuttu tími í rauninni þegar maður hugsar einhvern veginn tilbaka og finnst maður þetta vera svo stutt síðan en þetta samt orðin 9 ár.
Ertu ánægður með þessu þróun? Hvernig þetta hefur gengið eða eru þið á eftir eða eru þið kannski á undan? Ég myndi segja auðvitað ég held að sé aldrei hollt kannski vera fyllilega ánægður og ég held að við kannski endilega séum það ekki. Það margt sem að við hefum kannski viljað sjá ganga miklu hraðar. En þegar maður horfir hins vegar á það að náttúrulega það margra ára gat í verkefnin okkar því að í grunninn fyrir utan kannski þennan svona atvinnuþróunar hluta að skapa grundvöll fyrir nýtingu þessar eigna, byggja upp atvinnu og byggja upp nýtt samfélag að þá ef við tökum það til hliðar að þá í grunninn náttúrulega þetta bara risastórt fasteignaþróunarverkefni. Það sem þú ert með fjöldan allan af fasteignum sem þú þarft að búa til einhvers konar virði úr með því að fá einn leigutaka eða fyrirtæki eða fólk til að kaupa og búa til verðmæti úr þeim sem sagt þannig. Þannig að ég myndi segja og þegar við horfum svo til þess að náttúrulega þessi fasteignamarkaður af ástæðum sem að voru ekkert í okkar höndum gjörsamlega hrundi, ekki bara hér á þessu svæði heldur á öllu Íslandi. Ef við horfum líka á það að fjármagnsmarkaður gjörsamlega fór á hliðina í tengslu við fjármálakreppuna, að þá nokkra ára gat í verkefnin okkar. Og ef þú hins vegar horfir á það sem hefur verið að gerast á svæðinu þrátt fyrir það, þá held ég að sé ekki annað hægt en að vera bara mjög sáttur með það sem að gerast. Því að við sjáum það til að mynda að jafnvel undanförnum árum þar sem hefur verið lítil erlend fjárfesting í landinu, að þá eru langflest af þeim verkefnum sem þó hafa komið til landsins sem þau eru staðsett hér á Suðurnesjum og jafnvel mörg af þeim inn á svæðinu hjá okkur. Og það sýnir í raun og veru þetta markastarf og þessi þróun sem við höfum staðið fyrir, hún að skila sér í því að skapa grundvöll fyrir fyrirtækin því að við horfum á þannig að það ekki þróunarfélagið eða ríkið í sjálfu sér sem að fara að standa sem sagt á bak við þessa þróun sem að þarna á sér stað. Það verða alltaf einhverja aðri aðilar, einkafyrirtæki sem kom inn og fjárfesta með einhvers konar viðskiptakonsept og keyra það áfram, en okkar tólin í það kannski að geta lagt til landsvæði og margan hátt stutt við þessi verkefni með ýmsum móti eins og við höfum gert á undanförnum árum og þetta hefur skilað því í raun og veru að við erum til að mynda langstærsta gagnaverssvæði landsins. Við erum með 4 af 5 gagnaverum sem eru í rekstri á landinu hjá okkur og það engin tilviljun. Það bara afleiðing af þessu markastarfi og þessari vinnu sem við höfum lagt í það að draga að fleiri aðila og líka styðja við þau verkefni sem eru þó komin og með hvað ætti þau geta þróast og vaxið og skapa virði þá fyrir þá aðila sem á bakvið þau standa. Segir Kjartan og hann á eftir að segja okkur talsvert meira en við tökum núna stutt auglýsingahlé. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Vertu velkominn á Rocksap Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú komir. Já, komið sæl aftur, við með Kjartan Eiríksson, framkvæmdastjóra Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar og við að fjalla gamla varnarsvæðið eða Ásbrú og vorum rétt áðan að fjalla fasteignirnar.
Það hafa margir Suðurnesjamenn haft áhyggjur af svona þróuninni í þeim málum. Þarna opnaðist fyrir fullt af íbúðum og fasteignum og hafa haft áhyggjur af því hvað þróun þetta hefði á fasteignamarkaðinn á Suðurnesjum sem var í vondum málum eftir hrun. Hverju svararu þessum, hvað getur sagt okkur við þá sem hafa haft áhyggjur af þessu? Já, ég skil þessar áhyggjur mjög vel og þetta í raun og veru horfir á verkefni okkar, þá þetta kannski svona stóra vandamálið í konseptinu okkar að vera allt í einu með þetta mikla magna fasteignum í höndunum og ég held að það þarf í raun og veru ekkert að deila það ef allt þetta mikla magna hefur verið tekið og dæmt inn á markaðinn í einu lagi hvaða áhrif það hefði haft og í raun og veru það grunn ástæðan fyrir því að við höfum að farið að stað með þetta konsept sem við erum að vinna í því að það gengur út á að reyna að skapa nýja eftirspurn eftir þessum eignum sem þarna eru. Þannig að áhrifin á markaðinn hér í nærsamfélaginu og jafnvel inn á höfuðborgarsvæðið verði sem allra minnst. Ég held að heildar áhrifin af því sem við höfum verið að gera, ég held að þau hafi alls ekki verið neikvæð fyrir svæðið því að þau hafa líka, það má ekki gleyma því að það hefur verið gríðarleg fjárfesting á svæðinu á undanförnum árum. Það hafa komið að miklu leyti nýir íbúar inn á svæðið til að taka þátt í því sem að tengist skólanum, því sem tengist þessum atvinnutækifærum sem þarna eru. Við erum líka með nemendur sem að stunda nám hér, sem sagt búa hér en að stunda nám á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það gríðarlega mikið af nýju fólki sem hefur komið inn á svæðið og þar af leiðandi í raun og veru skapa nýja eftirspurn eftir húseignum á svæðinu. Þannig ég held að sé alveg ljóst ef þetta verkefni hefði ekki komið til að þá væri markaðurinn ekkert jafn stór. Fyrir utan það að þessi fyrirtæki og þessi starfsemi sem þarna að þessi fyrirtæki hafa verið að fjárfesta. Þar af leiðandi hafa skapast náttúrulega tekjur hér inn á svæðinu og ef við horfum til að mynda bara á það sem að þróunarfélagið hefur verið að gera á undanförnum árum að þá eru útgjöld okkar, heildarútgjöld við rekstur svæðisins hafa verið það á bilinu 67 milljarðar. Þetta eru peningar sem að nær allir hafa farið inn í samfélagið hér á Suðurnesjum. Fyrir utan það að þú ert með aðeins eins og Gagnaveru Börn og fleiri sem eru í gríðarlegum framkvæmdum, ráða til sín fólk, eru með iðnaðarmenn að störfum og allir þessi peningar hafa farið inn í hagkerfið hér á svæðinu. Þar af leiðandi má algjörlega færa góð rök fyrir því að tilkoma þessa hefur líka styrt í raun og veru það sem hefur verið að gerast hér í öðrum hverfum sveitarfélagsins til að mynda. Að fólk hefur haft betri tekjur, það hefur haldið störfum sínum, það hefur fundið ný störf og þess vegna jafnvel geta búið í sínum eignum og plana sitt líf. Þannig að ég held að það er alveg ljóst að svona stórt verkefni, þú ferð ekki gegnum það án þess að einhver staðar skjálfi á meðan. Ég ætla ekkert að segja að þetta hafi ekki haft einhver áhrif á fasteignamarkaðinn. Ég held að sé alveg ljóst að þetta hefur haft áhrif á fasteignamarkaðinn. Ég held hins vegar og tel og samkvæmt þeim gögnum sem við höfum að áhrifin á fasteignamarkaðinn eru ekki neikvæð. Þau eru í heildina bara mjög jákvæð. Og síðan horfum við til þess að við erum þó búin að fara í gegnum þetta erfiða tímabil núna á fasteignamarkaðinu hér á Suðurnesjum og verkefnið eins og ég segi ennþá á þessum stað, það hefur byggst upp atvinna, það hefur verið fjárfesting í gangi og fyrirtæki í gangi sem að hafa síðan skilað gríðarlegu virðin í samfélagi hér á svæðinu. Þannig að ég held að alveg klálega eins og ég segi þessi áhrif hafa verið minniháttar. Þau hafa ekki verið eins neikvæð og kannski hefði mátt búast við og ég held að sé alveg ljóst að til framtíðar litið að þá muni þetta svæði skapa gríðarlega möguleika fyrir alla íbúa hér á svæðinu eins og það hefur gert hingað til. En þessu tengt örlítið meira, getur þú sagt okkur, hvað eru margar íbúður sem eru í útleigu og hvað margir sem búa á Ásbrú? Já, í dag eru það bil 2000 mann sem búa, svo tala hefur nokkurn veginn haldist frá fyrstu tíð þegar við opnuðum svæðið og byrjuðum að leigja, þá fórum við mjög fljótlega 1700 manns sem fluttu inn á svæðið. Eins og ég segi, við erum með 2000 mann sem búa þarna í dag. Þetta eru af 900 fjölskyldu íbúðum, þá eru það bil 700 í notkun. Þannig að það standa 200 eignir rétt rúmlega tómar. Við erum líka með mikið magn af einstaklingseignum sem hefur kannski verið aðeins erfiðara að koma í not og við erum með aðeins hærra hlutfall þar af eignum sem standa tómar. Atvinnuhúsnæði hjá okkur, það hefur gengið gríðarlega vel að nýta það og
og þar höfum við verið að selja eignir undir gagnaver og fleiri þeimdúr iðnað jafnvel sem að væri ekkert hér á svæðinu nema hefði tilkomið þetta markastarf sem við erum að reka. Þannig að það er gríðarleg viðbót og í raun og veru hefur bæst alveg gríðarlega við náttúrulega flóru þess atvinnurekstra sem á svæðinu með tilkomu þessa og samhliða því náttúrulega hefur nýting á fasteignum aukist og við sjáum fyrir okkur eins og núna, við sjáum mun bjartari tíma á þessum mörkuðum framundan og við finnum fyrir því nú þegar að eftirspurn eftir fasteignum er að aukast og þar sjáum við líka tækifæri þá varðandi þessar íbúðir sem ég nefndi sem eru tómar að það verði þá tækifæri til að skoða það að setja þær á markað. Er þetta samt mest skólafólk sem hjá Keili sem að leigja íbúður á Ásbrú eða þetta, hvað við segja, bara fólk hvað hann segðan kemur? Já, ég meina þetta sko, við byrjuðum þannig á sínum tíma að það voru ákveðna kröfur það að þú værir í lánshæfu námi hjá Lánasjóði íslenska námsmanna til þess að eiga möguleika að fá leigða íbúð. Smá saman var svona slaka á þeim kröfum nokkrum árum eftir að var farið af stað og þannig að hlutfalli breyttist og farið að leigja hluta á almennu markaði þannig að í dag þetta blanda, þetta eru bæði nemendur hjá Keili, þetta fólk sem bara að leigja á almennu markaði en þetta eru líka námsmenn sem að stunda sitt nám í öðrum skólum til að mynda á höfuðborgarsvæðinu. Allar þessar tekjur sem koma í kassan hjá Kateko og Þróunarfélagi í Keflavíkurflugvelli, hvað verður þær? Já, það þannig að alla sölutekjur sem koma inn af fasteignum að þeim skilað bara í ríkissjóð og við erum síðan að fá fjárveitingar tilbaka til þess að reka svæðið og standa þá í þessum verkefnum sem við erum að vinna en það þannig í dag að við höfum skilað hærri upphæð til ríkissjóðs heldur við höfum fengið tilbaka til að reka svæðið. Þannig að það munar svona nokkur 100 milljónum. Það aldrei neitt stórt gat en megin svona parturinn af þeim tekjum sem við höfum aflað með sölu og leigu eigna hefur farið í rekstur svæðisins og uppbyggingu. Þannig að ríkið í plús eftir að Kateko tók við, geta Suðurnesjamenn sagt, akkur kemur ríkið ekki með meiri pening bara til dæmis inn á Suðurnesjasvæði? Bara styrkja hér í einhverja starfsemi getum við sagt svona í ljósi þess að þarna voru cirka 1000 manns, langflesti Suðurnesjamenn sem mistu atvinnu árið 2006, fengu að vísu atvinnu í miklu góðari en voru svo kannski fyrstu aðalæðina til þess að missa vinnuna þegar hrunið kom. Já, ég held að einhverju klálega geta sagt þetta og klálega munu einhverju segja þetta að ríkið ætti að gera betur. En ég held að þó verði að horfa til þess að það sem hefur verið gert mjög myndalegt og eins og ég segi aftur öll þessi starfsemi sem þarna að öllu líkindum væri hún ekkert hér í dag ef að þetta verkefni hefði ekki komið til og þessum fjármunum hefði verið varið í uppbyggingu í tengslum við þessar eignir. Þannig að ég myndi segja að í fyrsta lagi eru þessi verkefni nú þegar komin en það mikilvægast í þessu öllu að það búið að leggja grunn að ákveðinni umbreytingu og atvinnulíf á Suðurnesjum með áherslu á tækni, með áherslu á nýja iðnaði. Við erum að sjá fyrirtæki sem að ráða til sem gríðarlega hátt hlutfall af háskólamenntuðu fólki. Þetta allt mun styrkja framtíða grundvöll og búsetu hér á Suðurnesjum. Þannig ég held að eitt eru þeir peningar sem hafa komið og verið eitt í þessa þróun og uppbyggingu sem að ég held reyndar að sé í raun og veru gríðarlega gott og í raun og veru ríkið hvergi að gera þetta á öðrum landsvæðum. Þetta mjög sérstakt og afmarkað verkefni sem þarna verið að vinna. Ríkið hefur ákveðna skildur gagnvart því sem að þarna hafði verið og þeim samningi sem var svo gerður yfirtök á svæðinu og það verið að efna hann og ég myndi segja að það væri í raun og veru ekki hægt að gera það á annan hátt og algjörlega verið að vinna eftir því módeli sem að lagt var af stað með í byrjun en líka það að það búið að leggja grundvöll að gríðarlegum vexti á svæðinu og búið að laða inn atvinnugreinar sem að klálega eiga óbúslega möguleika til að vaxa og veita í raun og veru til að mynda eins og háskólamenntuðu fólki hér á svæðinu algjörlega ný tækifæri því að í mörg ár hefur verið talað þetta lága menntunarstig til að mynda á Suðurnesjum og oft hrópað eins og lausnin væri að auka framboð af menntun. Ég hef litið þetta töluvert öðrum augum og okkar reynsla hún sýnir það að leiðin til að hífa upp menntunarstigið það þarf að vera samblanda menntun, það að vera ákveðin menntun til staðar en stærsta atriðið
kannski það að veita menntuðu fólki tækifæri til að starfa og það einmitt það sem þarna að gerast. Atvinnu tækifæri fyrir menntað fólk. Já. Þannig á næstu árum munum við sjá það að stærri hluti að háskólamenntuðu fólki mun festa rætur hér á svæðinu. Því að ég segi eins og til að mynda með mikið af fólki á sambærilegum aldri við mig að það menntaði sig en það flutti burt vegna þess að það voru ekki tækifæri fyrir það til að starfa hér á svæðinu. Þannig ég myndi segja með nýjum einingum, nýjum atvinnuháttum að þá gefst algjörlega gulli tækifæri til að breyta þessu. Þið hafi verið með svo kallan ásbrúardag og kynntu það hérna með Víkurfréttum í síðustu viku. Hugmyndin svona að bara kynna það sem í gangi fyrir þeim sem ekki vita og alltaf verið náttúrulega eitthvað nýtt í gangi? Já, alveg klárlega og bara frábært að sjá hvernig þessi dagur að þróast og festa sig í sessi. Upphaflega hugmyndin okkar með þessum degi var að við höfum talað þetta einmitt sem opinn dag að við að upphaflega hugmyndin var svo að við opnuðum svæðið sumarið sem sagt eftir að verkefni byrjaði í fyrsta sinn fyrir almenningi. Þannig að almenningi gafst kostur á að koma, skoða það sem þarna var að gerast og það svona ríkti ákveðin forvitni. Við náðum þá algjörum með fjölda af fólki að ég held að hafi verið á bilinu 15-20 mann sem að koma inn á svæðið mitt þetta fyrsta sumar eða þetta fyrsta vor. Síðan höfum við verið með þetta sem árlegan viðburð þaðan í frá og viðburðin hefur verið að þróast og breytast en alltaf erum við að fá upp undir 10.000 mann sem að koma og heimsækja okkur á þessum degi. Í ár ákváðum við að breyta aðeins til og höfum svona alltaf verið að teygja þetta svona í ákveðnar áttir og aðlaga því sem við teljum að sé að gerast á svæðinu og ég held við séum svolítið búin að finna þráðinn með það í dag að hugmyndin á baku þennan opna dag í dag að halda karnival í anda þess sem að kanni gerða á sínu tíma og þar erum við líka náttúrulega að halda svolítið í þessa menningu sem að tilheyrir svæðinu og viljum gera það. Við höfum átt í frábæru samstarfi til að mynda við bandaríska sendiráðið og gaman að sjá hversu virkan þátt þeir taka í þessum degi með okkur. Við höfum líka gríðarlega gott samstarf við fyrirtæki uppfrá sem mitt eins og þú segir, kannski að sína hvað þau eru að gera og opna svolítið sínar dyr fyrir fólki þannig að fólk getur komið og sé hvað er að gerast. Við erum með Keili og Algalíf og fleiri fyrirtæki, Gagnavörsluna og fleiri sem eru að koma og bjóða sína þjónustu eða sína hvað þau eru að gera. Við erum líka með svona íþróttafélög og félagasamtök sem að eins og karnivaln á sínu tíma eru að nýta þennan vettvang til fjáröflunar og þarna mæta eins og ég segi þúsundir fólks sem að koma til að skemmta sér, fjölskyldur og gríðarlega skemmtilegu dagur. Í ári mitt svona tóku við svona ásýndina aðeins meira yfir í það sem að við höfum verið að keyra eins og endurnýtingu á byggingarefnum, endurvinnslu, að básarnir voru unnir úr endurunnu efni og vöktu mikla lukku og margir sem að töluðum þá. Síðan vorum við líka að draga svolítið athyglinna að þessari tækni þróun sem eiga sér stað á svæðinu að við vorum með Ævar vísindamann sem var svona í raun og veru kynnir hátíðarinnar og svolítið andlit hátíðarinnar og við vorum með Keili og tæknifyrirtækin sem svona bökkuðu það upp þannig við vorum að sýna svolítið fólki líka svona möguleikana sem eru til staðar út frá þessu sem komið og líka hversu gróskumikið starfsemi nú þegar orðin á sviði tækni á svæðinu. Þannig að tæknifókus og karnival, þetta var ansi góð blanda. Talandi fasteignir, þarna var í tíð varnarliðsins stórt og mikið íþróttahús, húsnæði fyrir skóla og margt annað og maður sér að slíkir hlutir hafa heppnast mjög vel eins og þarna sporthúsið á frábærum staður að gera gríðarlega flotta hluti og það verið að nýta stóran hluta af þessu skólahúsnæði og víðar en þessi tvö dæmi eru svolítið flott þarna í miðjunni með gamla bíóið, Andrjússalinn. Þetta hefur gengið afskaplega farsælega. Já, það er mitt margir sem taka eftir því hversu mikið líf í kringum þessar tvær byggingar og ég held að og þessi tvö dæmi sem þú nefnir að þau eru líka ansi skemmtilegt dæmi þetta endurnýtingarkonsept sem við höfum verið að reka að við í raun og veru höfum talað verkefni sem stæðsta endurvinnsluverkefni Íslandssögunnar að við erum að taka gamla herstöð og endurvinnana og þarna eins og þú nefnir þarna eru tvö hús sem að þjónuðu ákveðnu svona sambærilegu hlutverki og þau gera í dag en voru útfærð til þess að svona aðlöguð að þeim verkefni sem fóru þar inn síðar.
og þetta hefur gengið alveg gríðarlega vel. Við sjáum og líka annað sem að kannski skemmtilegt að nefna í tengslu við þessi tvö verkefni að þau ekkert að þjóna bara þessu Ásbrúarsvæði. Þau að þjóna í raun og veru bara öllum Suðurnesjunum. Ef þú horfir á Keili þá það sem sagt að draga til sín nemendur frá öllum Suðurnesjum og víðar og svo ertu með sporthúsið sem alveg gríðarlega metnaðarfullt og flott verkefni sem þau að reka sem að sýnir sig bara sem sagt á þeim fjölda sem að sækja þetta að þau að gera ansi margt rétt. Þannig að þetta eru svona alveg skýr dæmi það hvernig hægt að taka þær byggingar sem þarna voru og finna þeim nýjan grundvöll og auðvitað það þannig að það svo sem ekki endilega sama hvernig hlutin eru gerðir eða hvað gert en þarna klálega eitthvað sem var mikil þörf fyrir á svæðinu og að virka mjög vel. En þetta líka skapa mjög skemmtilega stemmingu og menningu á svæðinu með þessari miklu trafík af fólki sem að einkenni þessa tvo staði sko. Og það hefur líka hefnast mjög vel með hjá Keilis háskólanum, þarna flugið á miklu flugi getur við sagt og margt þarna innan hús flippu kennsla fullt af nýjum hlutum sem hafa verið að þróast þarna og þannig að það svolítið skemmtilegt að fylgjast með hvernig þetta skóladæmi gengur og við höfum nú mikla ánægju því hjá Víkurfréttum við hversu mann ársins sem að koma og þarna beint úr Keili, það fyrsta skipti sem að við náðum í einn nemanda hreinlega bara úr Keili og okkur fannst vera að gera frábæra hluti þannig að þetta eru skemmtilegir þættir þarna sem við erum að tala Alveg klárlega, ég meina þarna eru bara eins og segja mjög skemmtilegir hlutir að gerast þarna og þessar einingar hafa verið að virka mjög vel og það það sem ég segi, eitt það sem hefur gerst hingað til en ég held að fólk svona sé rétt að byrja jafnvel að upplifa möguleikana sem eru í þessu núna og sjá í raun og veru hvað þarna að gerast eins og þetta, þarna eru áberandi einstaklingar sem eru í námi hjá Keili og eru útskrifað sem alveg klárlega eiga jafnvel eftir að sjá hlutina hafa fengið nýja þekkingu og eiga eftir að sjá tækifærin og þessar hluti sem eru hér í umhverfinu með allt öðrum augum jafnvel heldur við höfum séð og út og það gengur með nýsköpun að greina ákveðna þarfir í umhverfinu og hlutina sem í kringum sig og finna í raun og veru lausnir af því sem hægt þá að byggja fyrirtæki í kringum og atvinnustarfsemi. Þannig ég held að þessi grundvöllur hér á Suðurnesjum hefur gjörbreyst með þessum meiningum sem þarna eru og þá ég bæði að tala frumkvöðlasetrið og Keili til að mynda að þetta opnar algjörlega nýja möguleika fyrir ungu fólki hér á Suðurnesjum sem hefur áhuga að búa hér áfram og vill mennta sig, fara í háskóla að þetta eru algjörlega nýr grundvöllur fyrir þeirra framtíð. En það eitt hús þarna rétt hjá líka hjá þessari miðju, það gamla sjúkrahúsið á vellinum. Hvað ekki hægt að koma ykkur í það? Það búið að reyna það. Já, ég meina við erum búin að eyða töluverðu púðri í það verkefni og eins og önnur auðvitað það partur af miklu stærra konsepti heldur en sem að lítur bara að þessari tilteknu fasteign að við erum markmið okkar að laða inn fyrirtæki í heilsutengdri starfsemi og þessi hugmynd og þetta verkefni sjúkrahúsi var eitt af því. Við hins vegar kannski, eins og ég segi, það hefur gengið hægar heldur en við lögðum að stað með þrátt fyrir öll þessi tækifæri sem við greindum á sínu tíma, þau eru öll til staðar ennþá og við höfum fulla trú á einhverju tímapunkti verði verkefnið að veruleika. Kannski ekki alveg í þeirri mynd sem við vorum að vinna núna síðast en eitthvað sambærilegt. En ég heldur megum samt ekki að horfa fram hjá því að þú nefndir eins og sporthúsið áðan. Það risastórt heilsuverkefni og gríðarlega metnaðarfullt. Við erum með fyrirtæki eins og Algalíf sem að framleiða vörur inn á heilsumarkað. Það fellur undir þennan heilsuklassa einnig. Og svona erum við erum með fyrirtæki sem að framleiða hollan mat, heilsumat. Við erum með heilsuhótelið og fjölmörg fyrirtæki sem að falla innan þessa heilsugeira þó að það sé ekki kannski skurðstofu eða sjúkrahústengt. Þannig að það eru óbúslega tækifæri í þessum geira og eins og ég nefndi í byrjun varandi fyrir Suðurnesin, alveg gríðarleg tækifæri og mjög fjölbreytt. Og þarna líka enn og aftur þá tækifæri fyrir fólk að mennta sig enn frekar og nýta sína þekkingu svo til að þróa nýjar og spennandi lausnir. En svona í blálokinni eitt atriði sem hefur oft komið í umræðuna, það landhelgisgæslan að flytja hana alla upp á Ásbrú. Það eitthvað inn á borðið hjá ykkur? Þeir eru náttúrulega komnir með annað fótinn svo sem eða eitthvað? Já, ég held að landhelgisgæslan náttúrulega með töluverða starfsemi en það hefur náttúrulega verið umræða að fá stærri hluta af þeirri starfsemi hingað.
það hefur gengið alveg gríðarlega hægt, myndi ég segja, og þar kannski svona skortir ákveðna ákvarðanatöku í þeim málum, að svona málin bara einhvern veginn tíminn líður og það virðist enginn vera að taka ákvörðun að gera þetta, og kannski það vegna þess að menn ekkert sammála að gera þetta, en ég held að þá ég líka bara að koma fram og taka þá umræðu. En svona, ég var í einni nefnd á sínum tíma sem átti að skoða þessa möguleika og ég held að allir í þeirri nefnd verið sammála það að þetta væri tækifæri, en samt fann maður að það var ákveðin andstaða við það að stíga þessi skref. Og ég held að sé algjörlega ljóst á þeim tíma sem hefur liðið að svo andstaða til staðar. Mér finnst þetta oft tengt því einhvern veginn að fólki finnst svo óbúslega langt til Keflavíkur, að maður skynjar einhvern veginn oft eins og í þeim störfum sem við erum að fást við, að þegar maður að tala við þá sem eru búsettir og eru í starfsemi á höfuðborgarsvæðinu, að þeir oft sjá enga mun á því að skreppa til Keflavíkur og Akureyrar. Þetta svona svipað langt í þeirra huga. Þetta dagurinn sem fer í þetta, hugsaðu, og fleiri þeimdúr. En svo þegar maður einhvern veginn bendir fólki á að þetta svona í kringu 40 mínútur að koma sér niður í miðbæ Reykjavíkur og það jafn langt tilbaka, að þá svona kannski breytist tónninn oft, en ég held þetta sé svolítið tengt þessum pælingum að fólki finnist of langt að færa þennan gæslurekstur hingað, sem að ég bara enga veginn geti skilið, því að erlendis væri fólk ekki að velta svona hlutum fyrir sér. Þar yfirleitt fer með lengri tími í ferðalög og svona fjarlægir eins og þessar, einhverja 40 mínútur eru bara ekki nokkuð skapaða hlutir, sko. Ég get ekki sleppt að koma með eina lokaspurningu og það finnst mörgum vera geggjuð hugmynd að þið hefði komið eitthvað af þessu varðandi hraðlest á milli Keflavíkur og Reykjavíkur. Já. Þetta ekki eitthvað geggjað? Þetta geggjuð hugmynd, alveg klárlega, og ástæðan kannski fyrir að við fórum að skoða þetta á sínu tíma, að sem sagt við hófum ákveðna vinnu árið 2012, að rýna í þá vinnu sem hafi verið unnin þetta, því að það hafi sem sagt hafði nokkrir aðilar ótengdir jafnvel verið að vinna einhvers konar skýrslur þetta verkefni. Þetta búið að vera í umræðunni í mörg ár og við fórum svona að rýna þá vinnu sem sagt hafi verið farið í. Það sem okkur fannst einkenna þá vinnu að það vantaði miklu meira forsendum inn í hana til að geta tekið ákvörðun hvort þetta væri skynsamlegt. Og mér fannst eiginlega vera svona sammerkt með þeim svona skýrslum sem höfðu verið gerðar, að það var svona tveimur lykilspurningum svarað. Það var í fyrsta lagi, er þetta hægt? Og hins vegar kom þá spurningin, hvað kostar þetta? Spurningunni, er þetta hægt? Var mjög auðveldlega svarað. Já, þetta var hægt. Og svo var spurningunum kostnaðin svarað og þá komu tölur á bilinu 50 til 100 milljarðar upp úr hattinum og þá einhvern veginn var þetta svona verkefni sem var bara sópa út á borðinu, að þetta væri svo dýrt. Það sem okkur fannst vantinn í þetta var það að það að svara miklu fleiri þáttum. Það að svara því í raun og veru, sko, ef þú tekur til að mynda sko þessa aukningu á þeim farþegafjölda sem að koma til landsins og þetta mikla flæði fólks héðan og til höfuðborgarna, bæði þá tengt fluginu og líka bara varðandi búsetu og atvinnuuppbyggingu hér á svæðinu. Ef þú tekur það verkefni og skoða það til langs tíma, hvað í raun og veru væri þá hagkvæmasta leiðin til að leysa það mál. Og það alveg ljóst að erlendis búið að vera að fara þá leið í lausn á svipuðum málum að leggja lestir og mjög algengt til að mynda í dag að vera að þróa lestir milli flugvalla og miðborgar. Og þegar þú búin að taka þetta og skoða þetta á þennan hátt og setja kostnaðin í samhengi þá við kostnað varðandi rekstur og slíku samgöngukerfi, að þá lítur dæmi orðið allt öðru sér út fyrir utan ákveðin svona fjárhagsleg og ímyndarleg atriði lúta nýtingu á innlendri grænni orku til að reka samgöngukerfið okkar. Þannig að við sem sagt fórum af stað árið 2012 og kynntum okkur þetta betur og í framhaldi af því fóru fleiri að skoða þetta líka og settu sig í samband við okkur núna sem sagt árið 2013 og út úr þessu var myndaður hópur sem að vinna þessu verkefni í dag því að við sjáum gríðarlega hagsmuni fyrir Suðurnesin með þessu og það eru margar rannsóknir sem að sýna það erlendis að með bættum samgöngumannvirkjum, samgöngutengingum, hvort sem að það eru hraðbrautir eða lestir, að þá ertu að hækka fasteignaverð á viðkomandi svæðum, að þau verða nær því sem að gerist á höfuðborgarsvæðinu og við getum ímyndað okkur þetta ef þessi lest að koma og það sem sagt verkefni gengur eftir að þá erum við að tala það bil 15 mínútur frá flugstöðinni og niður í miðborg Reykjavíkur.
Ég meina, þú ert sko lengur jafnvel að koma þér og Grafarholti í dag, niður í miðborg Reykjavíkur, þannig að þú getur alveg fært ákveðin rök fyrir því að þetta svæði sé orðið með jafngóða möguleika til að sækja þjónustu niður í miðbæ og draga til sín fólk, bæði ferðamenn, aðilar sem að leita þjónustu og fleiri slíka. Það orðið betri aðstöðu heldur en Grafarholtið. Þannig að þetta lítur að bara bættrum samgöngum, þetta lítur að framtíða þróun á samgöngukerfin okkar og þetta lítur að því að ef þú ætlar að fara í svona verkefni þá tekur þetta langan tíma en það breytir því ekki að þú ætlar að gera þetta eftir 10 ár, fá þetta í rekstur eftir 10 ár, þá það ákvörðun sem þú þarft að taka í dag. Og út frá þessu höfum við unnið og það reyndar hefur komið í ljós í skýrslu sem við höfum unnið með aðkomu gríðarlega breiðs hóps aðila og fengi gríðarlega mikla þekkingu bæði hérlendis og erlendis inn í þá skýrslu þar sem alla forsendur hafa verið rýndar að verkefnið hagkvæmt, jafnvel sem einkaframkvæmt. En nú hafa margir áhyggjur að því að það sé það bara gera auðveldara fyrir ferðamannin að fara beint út af svæðinu. Já, ég meina ég skil þær áhyggjur alveg mjög vel og það alveg klárt að það verður breyting á hegðunarmynstri ferðamannsins. En ég held við líka þurfum ekki að gera annað en að skoða jafnvel okkur sjálf þegar við erum að ferðast erlendis. Að ef við til að mynda erum að fara til London eða á einhvern ákveðin stað þar sem við ætlum að sækja ákveðin erindi, margir nota lestir erlendis og margir jafnvel horfa til þess að ef það er bein lestatenging á þann stað sem þau þurfa að fara, til að mynda eins og í túbunni í London, að þá eru þau tilbúin að taka sér hótel jafnvel fjær. Þannig að ég sé nákvæmlega það sama gerast hér, að það opnist ákveðin tækifæri til að nýta ferðaþjónustuna hér og sækja síðan inn til borgarinnar eftir því sem að fólk vill sækja þangað. Því að ég held að mig ekki gleyma því að þrátt fyrir kannski, og þú nefndir þetta með hvernig túristar væri að sækja til borgarinnar, ég meina straumurinn svona í dag. Túristónum svona hálfpartinn mokað inn til höfuðborgarinnar. Ég meina þeir kaupa jafnvel rútu meðan borð í flugvélinni og svo þeim bara skutla beint inn eftir á hótel. Það ekkert allir túristar sem vilja fara til höfuðborgarinnar og ég held að séu ákveðin tækifæri hér líka að þróa ferðaþjónustuna þannig að bjóða túristum upp á val, að þeir geti komið hér og þeir geti sótt svo bara beint jafnvel í gegnum Suðurstrandaveginn út á land og farið þangað sem þeir vilja fara. Það ekkert allir sem eru komnir til og reynda fæstir sem eru komnir til að fara beint til Reykjavíkur. Flestir eru bara að koma til að upplifa íslenska náttúru. En ferðaþjónustan einhvern veginn þannig uppbyggð að straumnum svolítið bara stýrt inn til borgarinnar og síðan hún miðlað einhvern veginn þannig út og margir fara þó í dagsferðir og koma aftur og gista í borginni, en ég held að sé algjörlega tækifæri fyrir mjög öfluga ferðaþjónustaðilega hér á svæðinu að breyta þessu munstri og vinna í því. Fyrir utan það má líka sjá fyrir sér að þú ert með annars konar þjónustu sem að lítur að ferðaþjónustunni, veitingastaði, menningu, listasöfn jafnvel og hvaðina, hönnun og fleiri þeimdúr, að það geti verið tækifæri til að draga þennan hóp túrista sem þá staðsettur á höfuðborgarsvæðinu hingað tilbaka. Þannig að ég ekkert að segja að verða engar breytingar með tilkomu svona, en ég held að kakan muni stækka gríðarlega fyrir þá sem starfa á þessum markaði og opna fullt af tækifærum. Það ekkert endilega víst að verði allir sömu aðilarnir að framkvæma eins business og þeir eru að gera daga í ferðaþjónustunni, en fyrir frjó aðila klálega tækifæri til að sækja í tengslu við svona verkefni. Segir Kjartan Eiríksson og við þökkum honum fyrir heimsóknina í sjónvarp Víkurfrétta og þökkum fyrir okkur.